Goðsögnin Karl Lagerfeld lést á þriðjudaginn 85 ára gamall. Þessi listræni stjórnandi, ef það er að komast nálægt í hvað hann gerði sem hönnuður. Hann hafði verið hjá Chanel í yfir 30 ár og honum næði ekki að vera hjá einu stóru tískuhúsi eða því stærsta í heiminum. Heldur líka hjá Fendi og sínu eigin. En hvað skilur Karl Lagerfeld eftir sig? Hver var þessi maður? Og ég fekk til mín hana Álfrúnu Pálsdóttur sem ritstýrði Glamour tímaritinu og er núna kynningarstjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Álfrún, hann var kallaði keisarinn í tískuheiminum og hann þýskur að uppruna en deyr þarna í París og starfar þar allan tíman. Hvað skilur hann eftir sig? Hvað skilur hann ekki eftir sig? Mér finnst Karl Lagerfeld vera meiri bara svona stofnun og ég held að hafi komið öllum algjörlega í opna skjöldu þegar hann dó, sem er mjög skrítið því hann var orðinn 85 ára gamall eða það var svona á reiki hvað hann var í raun og veru gamall. Já, hefði getað verið kannski 3 árum eldri. Já, það var hann lauk til aldur kannski. Já, það getur verið. Var svona þannig. Og með þennan þýska uppruna þá fór hann líka frekar leynt með það, hann fannst það ekkert sérstaklega töff sko. Þannig að hann var náttúrulega bara bjó og starfaði í París, var fljótur að koma sér yfir í höfuðborg tískunar. Já. Þannig að fyrir mér Karl Lagerfeld stofnun og ég held að kannski núna, þú veist, og það er erfitt að ímynda sér tískuvikan í París í næstu viku, það er erfitt að ímynda sér tískuvikan í París án Karl Lagerfelds. Bara stór hola. Já, og hann náttúrulega bara listamaður og það sem hann sett á svið var ekki bara einhver tískupallar, það sem að fyrirsætur voru að labba fram og tilbaka. Þú veist, hann í rauninni setti á svið, þú veist, breytt alltaf. Það var svona síðustu ár hefur hann bara tekið yfir Grand Palace sem er bara í miðri höfuðborg, miðri París bara, Parísarborg. Og þar hefur hann, þú veist, búið til ótrúlegustu sviðsetningar. Bara skúlptúrar? Skúlptúrar, hann hefur komið með jökul sem hann flutti inn frá Skandinavíu einhvers staðar. Hann hefur sett, þú veist, Eiffelturninn upp, þú veist, svo hefur hann verið með risastóra geimþotur sem tók á loft, þú veist, geimfar. En þetta eru listsýningar? Þetta eru listsýningar og ég held að allir myndu vilja einhvern tímann hafa farið á sýningu sem að hann stjórnaði, sko. Þannig að það er bara, hvað hann skilur eftir sig er eitthvað sem við erum að fara að komast að núna. Já. Ég held að núna sé Hann var ljósmyndari og svo fór hann út fyrir, sko, hans uppáhaldsdrykk var Diet Coke. Já. Og hann tók sér til og hannaði 3 flöskur eða dósir. Já, já. Sko þannig að þú veist, hann fór út fyrir boxið. Hann fór út fyrir boxið, hann var einn af þeim fyrstu sem starfaði með Hennes & Mauritz. Keðjunni, þeir eru núna orðnir þekktir fyrir að vinna með frægum hönnum. Hann reið af vaðið og eftir það komu náttúrulega allir hinir í kjölfarið. Þannig að það var ansi gott hjá sænska tískurissanum, sko. Algjörlega, hann stoppaði ekkert. Nei, hann stoppaði ekki, en hann líka, það sem hann gerði er að hann náttúrulega tók við Chanel árið 1983. Já. Hann satt í 36 ár í þessum stóli sem er bara mjög óvanlegt í þessum heimi. Þetta er svolítið svona eins og þjálfaraskipti í fótboltanum. Þú færð nokkur misseri til þess að sanna þig og ef það gengur ekki þá þið skipt út. En hann fékk hann að tækifæri til að taka við Chanel sem þá var í svona frekar mikilli lægð og svona reis það við og í rauninni fór aftur svolítið í upprunan sem að Coco Chanel skildi eftir sig. Þú veist, bjóð til þessa sjálfstæðu konu og frelsið og með tvítjakkana og allt þetta, komið það allt aftur og það hefur verið svona rauði þráðurinn í gegnum hans línur. Já, ég var einmitt að veltaði fyrir mig, svo hvað einkenndi hann sem fatahönnuð? Sko hann náttúrulega með sína eigin, hann var mjög trúr Fendi, var heilegi hjá þeim og svo Chanel og reynda að sagði sjálfur að Coco Chanel hefði nú ekkert verið sérstaklega ánægð með það sem hann væri að gera. Það væri nú ekkert víst en hann þurfti bara að halda áfram. Já. En hvað svona einkenndi hann? Er þetta að finna eitthvað? Það sem einkenndi hann var náttúrulega, sko hans lúk er náttúrulega bara eitthvað sem að þarf í rauninni bara skjalfesta, þú veist, bara hann á bara þetta vörumerki, þessa háa skyrtukraga, hann vann svolítið mikið með háa skyrtukraga. Eins og hann klæðist mikið sjálfur. Eins og klæðist sig sjálfur, sko. Og slaufur og borðar, hann var í Fendi þá lagði mikla áherslu á loð. Hann var, þú veist, hann byrjaði á því að vera, þú veist, yfir loð, svona, já, loðkápum og öllu sem var gert úr loði í rauninni hjá Fendi.
og það náttúrulega kannski ekki alveg í dag þykir það kannski ekkert sérstakt, þannig ég held að hann sé ekkert endilega hafa lagt áherslu á það. Nei. En hann einmitt klæddi svolítið sjálfur því sem hann var að hanna og með þessar svörtu grifflur alltaf hérna síðustu ár og mjög töffarlegt en sko var hann vaxinn kannski upp fyrir bara sem persóna og sem manneskja upp fyrir bara sína listsköpun, sína hönnun, orðin stærri bara en hönnunin. Já, það er náttúrulega erfitt að vera stærri en Chanel í tískuheiminum, en þú veist, já, að einhverju leyti og það held ég að sé eitthvað sem við munum sjá núna, þú veist, hvað er Chanel án Karl Lagerfeld? Já. Þú veist, hvað verður núna þetta stærsta tískuhús í heimi í rauninni eftir að hann er farinn og þá kannski gerum við okkur meira grein fyrir því hvað það var í rauninni sem hann var að gera sko. En eins og þú segir, þetta var svolítið í Kyrrþey vegna þess að hann mætir ekki þarna á tískusýningu. Núna síðast, já, í janúar. Já. Á sína línu, sem var sína hans línu. Það hafði aldrei gerst. Aldrei gerst, nei. Maðurinn náttúrulega sko vann myrkarinn á milli og var alltaf mættur og stundis og allt það. Þannig að það kom sko á óvart kannski svolítið svona andardegið báði kannski að hann deyr svo bara rétt á eftir. Já, hann náði að fela þetta og kannski var það líka, kannski var hann var orðinn miklu eldri en við gerum okkur grein fyrir. Hann var náttúrulega bara alltaf með þessi sólglerugu, svona smá eins og hann væri bara alltaf í búning, þú veist, maður sá hann aldrei almennilega. Hann sagði það sjálfur. Já. Hann sagði, ég sko svona ákveðið hilki sko. Já. Og var að svona verja sig kannski. Já. Sem ég skil líka og hann var bara búinn að búa til vörumerki úr því lúkki svolítið. Já. En já, það verður forvitnilegt að sjá, þú veist, nú er Chanel-sýningin í næstu viku og það verður væntanlega tilfinningaþrungin stund. Það verður forvitnilegt að sjá, þú veist, þetta er þá væntanlega síðasta línan sem hann kemur að og það sem hann gerir sko, hann sá held ég bara fram á síðasta dag að hann gerði allir teikningar. Hann teiknaði allt sjálfur, sem er ekki eitthvað sem allir yfirhönnur. Og hann vildi ekki nota svona græður, sko? Nei. Hann bara var upp á galnamótana að skissa? Já. Alltaf, já. Og það sem hann líka vakti upp aftur hjá Chanel var þessi hátíska, haute couture, sem í rauninni er þýðir að allt er, þú veist, þetta er í rauninni frekar svona listmunir en föt. Heldur en einhverja flíkur. Já, og hann í rauninni, þú veist, bar rosalega mikla virðingu fyrir handbragði. En hann er náttúrulega, sko, hann er þarna ungur drengur á þegar nasistarnir eru á uppleið og hann hafði það bara mjög gott í æsku og skorti aldrei neitt og þannig kannski, og svo verður hann svona, það verður svona hroki í honum og hann var ekkert mjög sympatískur maður. Nei, en svo segja margir sem er sko þekktan, segja að hann hafi haft rosalega húmor fyrir sjálfan sig og það hefur verið mikið gleði að vera kringum hann, hann var mjög svona, en hann alltaf sagði hlutina eins og þeir. Já, og hann var bara, hann móðgaði, þú veist, fullt af fólki, já, og honum var alls sama. Já, nákvæmlega, hann sagði hégómi væri merki merkjum heilbrigði. Já. Þannig að sko, já, honum var bara alveg sama og kannski hafði gaman að henda einhverjum sprengjum. Já, ég held það. Ég held að það hafi verið líka partur af því að halda umræðinu lifandi sig, sko. Svo sagði hann líka einhvern veginn, ég var að kíkja á svona alls konar komment frá honum, sko, og hann taldi sig vera, sko, hann sagði ég er jarðbundin en ekki, sko, á þessari jörð. Nei. Þannig að hann þetta er vörumerki. Þetta er vörumerki og hann er svona persóna og hann er bara svona, þú veist, ég veit ekki, það er svo erfitt að sjá tísku heiminn fyrir sér án hans og hann alltaf var líka ljósmyndari. Akkurat. Og tók mikið af myndum, tók eiginlega, þú veist, heilinn og allt á bak við allar, þú veist, Chanel herferðirnar. Tók það margt sjálfur. Já. Og svo var hann alltaf undanfarið að hann fekk sér þegar hann kött, hvað er það, Choupette, já. Choupette, sem að hefur sér herbyggi og sér aðstofamenn og þjóna og svo leiðis. Já. Og mér fullt af fylgjendum á Instagram eða ekki? Fullt af fylgjendum á Instagram, þetta er örugglega einn frægasti köttur í heimi. Já, mun hann eða hún erfa Lagerfeld og þessi ungi strákur sem er guðsonur hans? Guðsonur hans, já. Örugglega hann, en hann sagði sko ef að ég gæti, ef það væri löglegt að giftast gæludýrinu sínu, þá myndi ég giftast Choupette. Já. Ást þeirra var svo mikil sko, þannig að mér skilst að það sé einhver dágóð summa sem að býður kattarins núna. Lagerfeld hafi verið lengi einn að nátti elskóða
sem lést úr eyðni, ekki satt? Já. Og síðan ekki frest meira af því. Já, þetta einmitt punkturinn. Við sjáum þegar að tíminn líður hvað hann var að gera. Já, og það forvitnilegt að og það er svo gaman líka að horfa yfir sögun og hversu í rauninni, þú veist, merkilegur, þú veist, listamaður hann var, þú veist, hann var með svo flotta, hann var bara með svo listræna sýn á þetta allt saman. Það var bara lífið. Frábært að fá þig hingað, Álfrún Pálsdóttir, kynningarstjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Álfrún ritstýrði líka Glamour tímaritinu. En við segjum þetta gott í 21 í kvöld, endum á tískupöllunum. Takk fyrir að horfa og verið sæl.